og við byrjum hann í einhverjum túr sko, það búið að skipulegja eitthvað hjá þeim sko, og við byrjum Erum við að tala bara í, þú veist, höfustöðum X eða sko, við byrjum í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto og XAI við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaðar framleiðsla Tesla sem tölvöld mikil, hún þarna í byggingu í Palo Alto og þar erum við að fara að hitta Optimus sem róbotinn hans og þar tekur á móti okkur mjög hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma, veist, alveg bara stundum sko, að því, veist, maður búin að gera Eve Online í næstu 30 ár þá gleymir maður, og veist, Eve Online alveg, veist, frábærleikur við erum öll mjög stolt af honum en sko, hann kannski eitthvað rosalega stór svona með hvað leikir verða stórir sko, veist, það eru 100 miljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi sko, það ekki Þið erum ekki alveg við erum ekki alveg þar, kannski veist, 400.000 manns að spila Eve en Eve nýtur svo mikillar svona, hvað ég segja, virðingar held ég að sé orðið meðalfólk sem eru svona svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikjabransanum og þá fyrir vikið þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frekar cool að þeir eru búið til róbota en þeir voru bara meira uppsér að fólki frá Eve Online voru komið í heimsókn og hann var eitthvað voða mikið svona að já, eru þau svo að fara að gera leik fyrir Optimus hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum þetta, bara við vorum að koma og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég bara eitthvað svona hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbot hvað hann að tala og svo eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarna og þá fyrir svona, já, auðvitað náttúrulega að leika sér við róbotin besta aðferðin til að róbotin læri bara eins og leika sér við börnin sín besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum hann til að fara búið til leik fyrir róbotin og ok, allavega og svo löpuðu þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu þetta svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbotar í þessum bestar lýst sem eitthvað svona stöðva þjálfun einn að opna og loka gluggatjöldum annar að skúra gólfið einn að taka eitthvað svona hluti af færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru einhverju tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf jafnvægi og þetta er bara svona eins og þjálfunarbúðir já, þjálfunarbúðir, þetta er svona eins og eitthvað svona crossfit til einhverjum leikum í sala fyrir vélmenni og veist það er kannski ágætlega undirbúin fyrir svona að hafa haft mikið af alls konar vísindarskáldsögu bíómyndum en bara einhvern veginn að labba inn í þetta er bara eitthvað, bara fáránlegt og svo er hann að strákurinn sem var einhver yfirmaður í sko forritunardeildinni og svo stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko, já sjáu þið hendina hérna og sjáu þið sínaður ykkar eigin hendi, hérna sínin hjá og hún hreyfir svona, en svo er svo mikið nudd inn í sko vírnum, rosa vel hannað hvernig sínaður í fólki sleipi efnið á milli vöðvar, alveg bara skanna á höndum til að bara læra trikkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara svona ákveðin upptaktur svo fyrir við í Tesla Engineering og áttum eitthvað að hitta Elon eitthvað 2 leitið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seinna af eitthvað annað lið að tala við hann og þá sér maður svona eitthvað neginn sko magnið af fólki sko, sem að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og það var svona, það var áhugavert að sjá sko Tesla Engineering var þetta svona ákveðin blanda Evrópubúar, mikið af Indverjum svolítið Asíubúum svo komum við inn í XAI þá það næstu bara helmingurinn Asíubú sem svona stóra sagan í allri þessari gervigreinda útgerð hún bara rosa mikið gerð af kínverjum hvort það í Kína eða í Bandaríkjunum þá það kínverjar sem að vinna við þetta og þá sérstaklega þannig og mjög ungir þetta fólk svona sko 22, 34 það bara að koma beint úr háskólum eða sjálfsnámi? Já, þetta er yfirleitt fólk yfir úr doktorsnámi úr starffræði, eðlisfræði eða einhvers konar tölvunarfræði svo fyrir við og hittum hann og hann bara halló og ég var búin að það einhver maður á Íslandi sem að frostþurkar mat og konan hans vinnur hjá CCP og hann var alveg búin að eitthvað útpæla það
að koma til mín frostþurrkuð skyri og mér fannst þetta eitthvað svo krútileg hugmynd að gefa Elon Musk frostþurrkað skyr. Þannig að ég gef Elon Musk frostþurrkað skyr og það kemur eitthvað svona saklegt fáta á hann að þetta er frekar undarlegt og hann eitthvað, já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi? Og já, þið er frá Íslandi, það var kannski ekki það að fara fram hjá þér. Já, og þá bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissi bara mikið Ísland. Og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands? Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga. Það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega. Og hann hafði komið... Tesla vættu flotan bara. Já, og hann komið eitthvað á þeim fórsendum, sko. En og þið komið þá kemur eitthvað svona fáta á hann og þá tekur hann svona tungstenkjúp sem er 2 kíló í svona, að því það er svo eðlistungt og svona frekar furðulegt verið bara og hann er með það og gefur mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef 14 ára sinni mínum og það er bara ættargripur upp í helli í honum en þetta var svona eitthvað ég veit ekki, þetta var bara svona eitthvað krútulegt svona nördamoment eitthvað svona fyrsta stefnum og tveggja nörda. Já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it það var bara svona og svo bara eitthvað fyrir við eitthvað að tala um þetta bara endalaust. Tölvuleiki, hvað er það sem virkar í tölvuleikjum, að hverju ákveðnu tölvuleiki virkar svona og hvernig verður þetta á náttúrulega gervigreind og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara við erum í þessu vöndur ekki í 5 klukktíma. Varst ekki orðin, þetta var bara eins og að vera á einhverju svona brainstorming-fund í CCP. Það er oft bara einhverjir 5 klukktíma brainstorm-fundir og þeir geta bara verið í marga dagar sko. Og þá segir hann við eitthvað gaur hjá sér. Já, við erum að ná í mat. Svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og komið alveg bara svakalegar nautasteikur. Bara svona eins og maður verið á okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara hlussur og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat já, þegar maður eyðir billjónir í að kaupa tölvukaupa til að þjálfa gervigreind og mótil að skipta einhver máli hvað maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnu mómentur sko, já. Og hvernig gekk þér að tala við hann? Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega en eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu og maðurinn er kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem er inn í fyrirtækinu og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við sérstaklega fólk sem líst ekki á hann allar pólitísku skoðanir og allt það bara það var bara kom aldrei upp bara mikið að tala um náttúrulega geimferðir og geimplön og eitthvað svoleiðis